Við erum með dæmi 1216 og þar sem okkur sagt að massi Venusar sé 81,5% af massa jarðarinnar. Það þýðir það sem sagt að massi Venus er jafnt og 0,815 massi jarðar, og það er verið að segja okkur að radíusinn af Venus, radíus Venus sé 0,949 radíus jarðar. Við eigum að reikna hröðun, þyngdarhröðun á yfirborði Venusar miðað við þessar upplýsingar. Allt í lagi. Við ætlum að reikna þyngdarhröðunina og við getum sagt að G þá af Venus sé jafnt og G sinnum massi Venusar deilt með radíus Venusar í öðru veldi. Við ætlum að setja stærðina sem við erum með hérna fyrir ofan inn í þetta. Þannig við erum með G sinnum massi Venusar sem er 0,815 deilt með 0,949 er jörð hérna og þetta er massi jarðar hér, og þetta þarf að vera í öðru veldi. Allt í lagi. Nú ætlum við að vera svolítið sniðug og við ætlum að taka þess að því okkur er gefið það að við þurfum að reikna þetta miðað við þessar gefna forsendur. Þannig við getum ekki farið í töflu F, farið í hérna viðauka F í bókinni til þess að finna þetta. Hvernig gerum við það? Jú, þá segjum við að G Venus sé jafnt og 0,815 deilt með 0,949 í öðru veldi sinnum G massi jarðar deilt með radíus jarðar í öðru veldi. Þetta er báðar þessar tölur hérna, þar fara báðar í annað veldi. Við getum bara tekið það út fyrir sviga bara. Það er ok. En nú vorum við með áðan jöfnu þess að við vitum að G jörð er jafnt og G sinnum massi jarðar deilt með radíus jarðar. Þannig við getum skipt þessu út, þessa stærð hérna, út fyrir staðinn fyrir G. Þannig við fáum að þyngdarhröðun Venusar sé 0,815 deilt með 0,949 öðru veldi sinnum G jörð. Þannig að við sláum því inn 0,815 deilt með 0,949 í öðru veldi. Þá fáum við það að það sé cirka 0,90491 sinnum G jörð. Þannig að við getum margfaldað þetta saman ef við myndum segja við vitum það að G jörð sé 9,8 metrar á sekúndu í öðru og setjum það inn í fyrir þetta hérna. Þá fengjum við að 0,90491 sinnum 9,8 væri cirka 8,817 metrar á sekúndu í öðru. Þá erum komið þyngdarhröðun á Venusi. Þetta var A-liðurinn. Nú eigum við að reikna ef steinn vegur 75 Newton á jörðinni, hversu mikið mundan vega á yfirborði Venusar. Þannig að við skulum stroka þetta allt saman út hérna sem vorum með. Skulum ekki stroka út þetta hérna. Við vitum að G
G Venus er jafnt og 0,904,951 G jörð. Þetta er lagi. Við vitum að krafturinn á jörðinni er 75,0 Newton. Það gerir massi sinnum G jörð. Ef við myndum taka hérna aðeins á rétt út hérna. Ef við myndum taka G-ið á jörðinni og við erum með G-ið á Venusi sem 0,994,951 G jörð, myndum við snúa þessu við, þannig við myndum færa þessu til yfir, þannig við fengjum G Venus deilt með 0,90 hér fyrir gefið mér, 904 hérna, svo laga þetta hildi betur út, en skulum laga þetta bara 904,951 G jörð, þannig að þetta er 0,904,951 deilt sem er jafnt á G jörð. En við getum skipt þessari stærð út hingað, þannig að hérna ef við myndum gera það, þá fengjum við FJ er jafnt og M sinnum G Venus deilt með 0,904,951. Þannig að þá myndum við færa þennan hingað yfir. Þá fengjum við, að því að við vitum það að M sinnum G vaff er þyngd hringsteinsins á Venusi, þannig að þá þýðir það að það er bara eins og að taka 0,904,951 margfalda við kraftinn á jörðinni. Þannig að við myndum margfalda 0,904,951 við 75. Þá fengjum við cirka 67,9 Newton.